Stopp, fæ ég smá fókus hérna. Stopp. Ég heiti Hugrún Hrönn Kristjánsdóttir og þýðandi hjá Forlaginu og þýddi þessa bók Horfin athygli ásamt Arnþóri Jónssyni. Bókin eftir Jóhann Hari. Hann rannsóknarblaðamaður og þessi bók fjallar athyglisvanda eða sem sagt hvernig stendur á því að við erum búin að missa athyglina. Og ástæðan fyrir því að Jóhann fór að hafa áhuga á þessu viðfangsefni var vegna þess að hann varð var við athyglisvanda hjá sjálfum sér og í sinni fjölskyldu. Hann til dæmis tók eftir því hann átti 9 ára frænda sem var guðsonur hans og þessi frænda var mikill aðdáandi Elvis Presley. Það sem gerist að honum finnst svona eiginlega eins og bara slokkna alveg á honum. Hann missir áhugann á öllu nema bara símanum sínum, hættir í skólanum og svona svolítið bara eins og hann sé alveg týndur í lífinu. Og Jóhann ákveður að bjóða þessum frænda sínum til Greisland og í svona tilraun til að vekja hann til lífsins. Og þegar þeir koma tilbaka frá Memphis þá ákveður Jóhann sjálfur að fara í net- og snjallsímabindindi til að reyna að vinna í sínum athyglisvanda og nær ákveðinni ró en kemst samt að því í þessu net- og símabindindi að vandinn miklu flóknari en hann hélt í fyrstu. Þetta ekki einfalt. Og það sem svona mikilvægasta sem hann kemst að að athyglisvandinn ekki sem sagt persónulegur eða einstaklingsbundinn. Af því að það sem gerist þegar við missum svona niður athyglina og höldum ekki fókus lengur sem tegund, þá missum við hæfileikann til að leysa stór og flókin verkefni. Þannig að bókin líka ákall það að við tökum til okkar ráða til að ná aftur þessari athygli sem við höfum sem sagt glatað niður. Forlagið.